Á síðustu 3 árum hafa 37 börn fæðst andvana eftir aðeins 22 vikna meðgöngu. Sorg foreldranna mikil sem fáir skilja og foreldrarnir hafa syrgt í hljóði. Í dag kom út leiðarvísir fyrir aðstandendur foreldra sem eignast andvana börn. Slíkar leiðbeiningar eru mikilvægar, segja 2 mæður sem við ræðum við í kvöld, en þær mistu báðar börnin sín. Jóhannes Kár Kristjánsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. Bæklingarnir eru 2, eða tvíþættar til aðstandenda sem á að hjálpa aðstandendum að hjálpa foreldrunum að ganga gegnum þessa lífsreynslu og svo bæklingarnir sem eru til foreldrara sem þau fá inn á Landspítalanum til þess að hjálpa þeim að vinna með þessar upplifanir. Við eignumst Þórunni Elísu 9. desember 2010 og þegar hún er bara nokkra klukkustunda gömul þá kemur ljós auka hljóð hjartað, þannig að þá erum við send til Reykjavíkur og þar tekur Hróðmar Helgason á móti okkur og sendir hana í hjartaómun og þá kemur ljós að hún með einn alvarlegasta hjartagalla sem til sem heitir hypoplastic left heart og það var bara 20 í stöðunni að leyfa henni að deyja sjálfri eða fara út í heim í ótal aðgerðir og þar sem að lífslíkurnar væru undir 20% og hún yrði eilífðarsjúklingur, þyrfti að fara í margar hjartaaðgerðir og þegar hún unglingur þá þyrfti hún að fá nýtt hjarta og fyrir okkur var þetta ekki val. Við tókum strax þá ákvörðun að leyfa henni bara að deyja sjálfri. Við náðum að skýra hana og héldum lítið kaffiboð hérna heima og flestir í nánustu fjölskyldu náðu að hitta hana og svo bara dó hún í róliheitum hérna inn í rúmi hjá okkur í staðinn fyrir að eins og í hennar tilfelli þá hefði hún aldrei lifað af ferðalagið út og hefði bara dáið í stressi út á flugvelli. Hún lifði í 1,5 sólarhring og maður vissi ekki hvernig manni leið. Við vissum að hún væri ekki að þjást. Það var okkar heitast ósk að hún myndi ekki þjást og hún þjáðist ekki og maður var rosalega tómur. Það var náttúrulega gríðarleg sorg en hún kom kannski ekki í ljós fyrr en eftir nokkra daga. Þetta var rosalega mikið áfall og maður bara hékk í lausu lofti og við fengum skyldu heimsóknir frá ljósmóður af því við fórum heim svo snemma á sjúkrahúsinu. En svo þegar þær skyldu heimsóknir voru búnar þá héngum við í lausu lofti og það sem sagt við mann á fyrstu dögum eftir að maður missi barnið sitt, það meðtekur maður ekki og við fengum ekkert afhent í hendurnar neitt hvað væri í boði. Þegar ég hugsa tilbaka þá hefði ég viljað fá stuðning bara strax. Ég hefði viljað bara að ég fengi bækling í hendurnar og þar sem að stæði hvað það eru til ýmsar heimasíður og það er sálfræðingur sem starfar með mæðrum í þunglyndi og svona og ég hefði viljað bara að það hefði verið neglt niður bara þú átt tíma hjá sálfræðingi þennan dag klukkan þetta og bara stöðugt eftirlit líka bara líkamlega líðan af því að maður veit ekkert, maður er ekkert svangur eða við sváum ekki 4 sólarhringa. Ég ráðlegg foreldrum og hvet foreldra sem eiga eftir að missa börnin sín eindregið til þess að taka fullt af myndum. Bara jafnt hvort að börnin séu á lífi eða dáin. Af því að þessar myndir sem við eigum í dag eru gríðarlega mikilvægar. Og við eigum fótsporið hennar og handafarið á bleki. Ég hefði viljað að einhver hefði bent mér á að eiga það líka í gifsmóti og að fá að sjá barnið sitt þó svo að maður sé gengin stutt því að sama hversu stutt maður er gengin á meðgöngu þá er þetta alltaf börnin okkar og mér finnst það svolítið vantað hjá þjóðfélaginu að þessi viðurkenning þetta er ekki feimnismál, þetta eru börnin okkar sama hvort við erum gengin 20 vikur eða rétt eftir fæðingu. Svo myndi ég líka vilja benda fólki á að hugsa vel fyrir jarðarför ef það kýs jarðarför, hvað það vill hafa með í kistuna. Í okkar tilfelli þá var dóttir okkar svo stóra að hún fyllti út í kistuna þannig að það var ekki mikið pláss. Þannig að við settum bara bréf og ljósmynd en við hefðum viljað setja svona hluti sem skipta máli. Og eins og að setja, kannski kaupa heilt hjarta og brjóti tvennt og þú setur helminginn í kistuna og heldur helmingnum. Eitthvað svona sem tengir eitthvað saman, sem deilir hlut saman. Þó svo sé erfitt, þá heldur lífið áfram. Og
Ég trúði því ekki. Mér var sagt í upphafi, fljótlega eftir missin, að það væri líf eftir þetta. En ég trúði því ekki. En svo lærir maður að lifa með þessu. Tíminn læknar ekki sárin, en maður lærir að lifa með þessu. Og okkur var gefið það að ég ófrísk að nýju og á von á mér 12. nóvember og það önnur stelpa væntanleg. Og það bara gengur allt mjög vel og lítur allt mjög vel út og ég trúi því og treysti að þarna stóra systir að passa litlu systir. Fyrir aldamótin 1900 þá var þetta inn á heimilunum og þetta var sorg sem allir tóku þátt í, en þegar þetta fer inn á spítalana að þá hefur þetta lokast og við erum svona vinda ofan af þeirri þróun. Þetta hefur breyst á þann hátt að eins og við höfum lært bara með áfallaröskun eða með áfallateymi, það er alltaf, ef það kemur eitthvað hræðilegt fyrir og fólk lendir í erfiðri lífsreynslu þá hefur við komið fram núna að það er betra að tala um það er betra að tjá sig tilfinningarnar og þetta er liður í rauninni í þeirri vakningu. Og það er auðvitað mjög misjafnt hvað fólk hefur þörf fyrir að tala um þetta mikið, hvað fólk hefur þörf fyrir að í rauninni að tjá sig þetta og það er líka eitthvað sem við segjum til aðstandenda, ekki leifum fólki að ráða sjálft hvernig það tekur þessari lífsreynslu. Það byrjaði allt 25. október með svakalegum verkjum í vinnunni og síðan fyrir bara heim úr vinnunni og alltaf bara reyna að sofa mig, ég held að bara vera svona eðlilega verkir. Síðan vaknaði ég 8 morguninn eða ég held ég var að pissi með eitthvað svoleiðis og hleypinn á bað og þá var ég bara öll í blóði, náttbuxurnar, gólfið, allt saman. Þannig að það er hringt á sjúkrabíl og hann fer með mig í Keflavík og þar er tekið sónar og þá er hjartsláttur. Síðan er ég bara sendið í Reykjavík og á leiðinni þá lést hann. Þannig í Reykjavík þá sprengdi belgurinn og bara framgull fæðing. Mér finnst það hafa hjálpað með helling að fá að halda á honum og fá að sjá hann og fá hans að knúsa hann og svona. Það hjálpaði mér helling bara að fá að horfa. Sorgin í sig er alveg bara hryllingur, ég veit ekki hvernig ég útskýra einu sinni bara, ég sá bara lífið vera búið og ég held að ekkert gott myndi ske fyrir mig aftur. Ég bara vildi helst ekki lifa áfram sko. Sorgin var bara hryllingur, ég veit ekki með orðið yfir þessu. Ég var að fá búa lítinn stuðning frá stofnunum og samfélagi og svona. Sérstaklega í Keflavík þá þurfti ég að biðja sálfræðiaðstoð og það var hringt til dæmis í mig að búa með foreldranámskeið og svona. En just í Reykjavík þá því ég fór að fekk út á krupningunni þá fekk ég á mig búið að fara svona fundi með svona öðrum foreldrum sem búin að missa sem hjálpa mann alveg helling. Það var maður ekki einn í þessu, þá veit maður það. Ég ráðleggjum bara að vera með fjölskyldunum og vinum og til dæmis að taka myndir og skoða þær og tala þetta. Það lokið inn að hjálpar ekkert. Það var bara að tala þetta og svona og bara reyna að sækja þetta allir hjálp. Það var bara rosalega mikilvægt. Það er mjög erfitt að skilgreina sorg sem fylgir missi á meðgöngu en ég myndi segja að það eru brostnar væntingar og draumar og þessi framtíðarplön sem fólk gerir með barnið. Þú kynnist barninu sem móðir sem gengur með það og faðir upp að vissu leyti en engin annar, þannig að það eiga aðrir erfitt með að tengjast þessu barni. Þannig að það er það sem gerir sorg missa meðgöngu svona erfiða fyrir alla að hantera eða tala um. Þegar við vorum að gera bæklingin þá komumst við að því að fólk sem er að missa meðgöngu fær oft svipaðar setningar frá fólkinu í kringum sem meinar opaslega vel en það er oft eins og barnið er á betri stað, þetta átt að vera svona stundum er náttúran svona og svona setningar sem hjálpa ekki. Þetta er ákveðið skilningsleysi, ákveðin vanmáttur sem fólk finnur fyrir og það er opaslega skiljanlegt en með þessum bæklingu erum við að reyna að hjálpa aðstandendum að sýna hluttekt í sorginni á hátt sem að hjálpar foreldrunum að gangi í gegnum þetta.